skoraði 7 mörk meðan hans naut við, kom nánar að því síðar, nýbúinn að skrifa undir 3 ára samning við félagið og áframhaldandi samning og þessi strákur, hann gæti náð langt. Já, ekki nokkur spurning, því líkur kraftur í honum. Hann minnir mig smá á Tryggva Garðar eins og það hann var einna þegar hann var upp á sitt besta sóknarlega sem var alltaf með frömmurum í fyrra. Bara stór og öflugur náungi sem spilar vörn og getur nelt svoleiðis á markið og hefur verið að sýna okkur það núna í síðustu leikjum. Hann byrjaði náttúrulega tímabilið ekki í þessari stöðu fyrir Írika, þannig að hann Ég held þetta, nýr leikmaður. Já, hvort þetta hafi verið fyrsti leikurinn sem hann í byrjunarliðinu. Fyrsti eða annar? Fyrsti eða annar, sko. Hann svona, ég held að Bjarni og Írika séu aðeins svona að reyna að aðlaga liðið að honum meira. Ég held, undirbúningstímabilið var held ég bara ekki gott hjá ÍR. Þeir gleyma það bara Jökli, hann einhvern veginn ekki inn í spilinu til að byrja með. Og svo ertu kannski náttúrulega með hina 2 í útilínunni, Bernhard og Baldur, sem eru náttúrulega rosa árásagjarnir, og þeir eru alltaf í árásum, þannig að kannski plássið ekki jafn mikið fyrir Jökul. Nei, Jökul verandi inn í þessu, þá þarftu að setja svolítið press og Baldur breytir svolítið sínu leikstíl. Já, og mér finnst það líka bara að vera svolítið þannig. Hann tekur náttúrulega svolítið mikið svona lót af Baldri og Bernhard í þessum árásum og ég bara nánast rugli stundum, sko. Þetta er orðið bara. En þú veist, að fá léttari mörk utan af velli frá svona stórskiptu alltaf þvílíkur kostur.